Eiríks saga rauða. Ólafur hinn herkonungur er kallaður var Ólafur hvíti. Hann var sonur Ingjalds konungs Helgasonar, Ólafssonar, Guðrúðarsonar, Hálfdánasonar, Hvítbeins, upplendingakonungs. Ólafur herjaði í Vesturvíking og vann Dyflinni á Írlandi og Dyflinnarskýri. Þar gerðist hann konungur yfir. Hann fékk Auðar Djúpúðgu, dóttur Ketils Flatnefs, Bjarnasonar Bunu, ágætismanns úr Noregi. Þorsteinn rauður hét sonur þeirra. Ólafur fell á Írlandi í orustu, en Auður og Þorsteinn fóru þá í Suðureyjar. Þar fékk Þorsteinn Þuríðar, dóttur Eyvindar Austmanns, systur Helga hins magra. Þau áttu mörg börn. Þorsteinn gerðist herkonungur. Hann réðst til lags með Sigurði jarli hinum ríka, síni Eystins glumru. Þeir unnu Katanes og Suðurland, Ross og Mæreifi og meira en hálft Skotland. Gerðist Þorsteinn þar konungur yfir áður Skotar sviku hann og kvel hann þar í orustu. Auður var þá á Katanesi, hún spurði falg Þorsteins. Hún lét þá gera knörr í skógi á laun og hún var búin, hélt hún út í Orkneyjar. Þar gifti hún Gró, dóttur Þorsteins rauðs. Hún var móðir Grélaðar, er Þorfinnur jarl Hausakljúfur átti. Eftir það fór Auður að leita Íslands og hafði á skipi 20 karla frjálsa. Auður kom til Íslands og var hinn fyrsta vetur í Bjarnarhöfn með Birni bróður sínum. Síðan nam Auður öll Dalalönd milli Dögurðarár og Skraumu-hlaupsár. Hún bjó í Hvammi. Hún hafði bænahald í Krosshólum. Þar lét hún reisa krossa því að hún var skírð og vel trúuð. Með henni komu út margir göfgir menn þegar herteknir höfðu verið í Vesturvíking og voru kallaðir ánauðgir. Einn af þeim hét Vífil, hann var ættstór maður og hafði verið hertekinn fyrir vestan haf og var kallaður ánauðugur áður Auður leysti hann. Og Auður gaf bústaði skipurum sínum, þá spurði Vífil hví Auður gæfi honum engan bústað sem öðrum mönnum. Auður hvað það engum myndu skipta, kallaði hann þar göfgan mann þykja sem hann væri og hann gaf honum Vífilsdal og bjó hann þar. Hann átti þó konu þeirra synir voru þeir Þorbjörn og Þorgeir. Þeir voru efnilegir menn og óxu upp með föður sín. Þorvaldur hét maður, hann var sonur Ásvalds Úlfssonar, Öxna Þórissonar. Ólafur Eiríkur rauði hét sonur hans. Þeir feðgar fóru af jaðri til Íslands fyrir vígasakar og námu land á Hornströndum og bjuggu að Dröngum. Þar andaðist Þorvaldur. Eiríkur fékk þá þjóðveldardóttur Jörundar Úlfssonar og Þorbergan Knarrarbringu, þá átti Þorbjörn hinn Haukdalski. Reist Eiríkur þá norðan og gruddi land í Haugadal og bjó á Eiríksstöðum hjá Vatnshólmi. Þá felldu þrælar Eiríks skriðu á bæ á Valþjófsstöðum. Eyjólfur Saur, frændi hans, drap þrælana hjá Skæðsbrekkum upp frá Vatnshólmi. Fyrir það vá Eiríkur Eyjólf Saur og hann vá og Hólmgönguhraft að leikskálum. Geirsteinn og Oddur á Jörfa, frændi Eyjólfs, smæltu eftir hann. Þá var Eiríkur gerbrott úr Haugadal. Hann nam þá Brokey og Öxney og bjó að Tröðum í Suðurey inn fyrsta vetur. Þá léði hann Þorgesti Setstokka. Síðan fór Eiríkur í Öxney og bjó á Eiríksstöðum. Þá heimti hann Setstokkana og náði eigi. Eiríkur sótti Setstokkana á Breiðabólstað en Þorgestur fór eftir honum. Þeir börðust skammt frá garði að Dröngum. Þar féllu 2 synir Þorgests og nokkurir menn aðrir. Eftir það höfðu hváru 2 setu fjölmenna. Styrr veitti Eiríki og Eyjólfur úr Sveini, Þorbjörn Vífilsson og synir Þorbrands úr Álftafirði, en Þorgesti veittu synir Þórðar Gellis og Þorgeir úr Hítardal. Áslákur og Þorgeir úr Hítardal, Áslákur úr Langadal og Ylvi sonur hans. Eiríkur urðu sekir á Þórnestingi. Hann bjó skip í Eiríksvági en Eyjólfur leyndi honum í Dímunarvági meðan þeir Þorgestur leituðu hans eyjarnar. Þeir Þorbjörn og Eyjólfur og Styrr fylgdu Eiríki út eyjarnar og skildust þeir með inn í mestu vináttu. Kveðst Eiríkur þeim skildu verða að þvílíku trausti ef hann mætti sér við koma og kynni þeir hans að þurfa. Hann sagði þeim að hann ætlaði að leita land þess Gunnbjörn sonur Úlfs kráku sá hann rak vestur haf og hann fann Gunnbjarnarsker. Hann kveðst aftur myndu leita til vina sína ef hann fyndi landið.
Sigldi Eiríkur á haf undan Snæfellsjökli, hann kom utan að jökli þeim heitir Bláserkur. Hann fór þaðan suður að leita ef þar væri byggjanda. Hann var hinn fyrsta vetr í Eiríksey, nær miðri inni eystri byggð. Árið eftir fór hann til Eiríksfjarðar og tók sér þar bústað. Hann fór það sumar í eina vestri óbyggð og gaf víða örnefni. Hann var annan vetr í Eiríkshónum við Hvarfsgnípu, en í þriðja sumar fór hann allt norður til Snæfells og inn í Hrafnsfjörð. Þá þóttist hann kominn fyrir botn Eiríksfjarðar. Hverfur hann þá aftur og var hinn þriðja vetr í Eiríksfjörði fyrir mynni Eiríksfjarðar. En eftir sumarið fór hann til Íslands og kom í Breiðafjörð. Hann var þann vetr með Ingólfi á Hólmlátri. Árið börðust Þorgestur og fékk Eiríkur ósigur. Eftir það voru þær settir. Það sumar fór Eiríkur að byggja land það hann hafði fundið og hann kallaði Grænland, því að hann hvað menn það mjög mundu físa þangað ef landið héti vel. Svo segir Ari Þorgilsson að það sumar fór hálfur þriðji tjögur skipa til Grænlands úr Breiðafirði og Borgarfirði, en 14 komust út, sum rak aftur en sum týndust. Það var 15 vetrum fyrir en kristni var í lög tekin á Íslandi. Eiríkur nam síðan Eiríksfjörð og bjó í Brattahlíð. Þorgeir Vífilsson kvangaðist og fékk Arnóru dóttur Einars frá Laugarbrekku, Sigmundarsonar Ketilssonar Þistils numið hafði Þistilfjörð. Önnur dóttir Einars hét Hallveig, hennar fékk Þorbjörn Vífilsson og tók með land á Laugarbrekku á Hellisvöllum. Réðst Þorbjörn þangað byggðum og gerðist göfumenni mikill. Hann var góður bóndi og hafði rausnar ráð. Guðríður hét dóttir Þorbjarnar. Hún var kvenna vænst og einn mesti skörungur í öllu athæfi sínu. Maður hét Ormur bjó að Arnarstapa. Hann átti konu Haldís hét. Ormur var góður bóndi og vinur Þorbjarnar mikil og var Guðríður þar löngum að fóstri með honum. Þorgeir hét maður, hann bjó að Þorgeirsfelli. Hann var auðugur að fé og hafði verið leysingi. Hann átti son Einar hét. Hann var vænmaður og vel mannaður. Hann var og skartsmaður mikill. Einar var í siglingum meðal landa en tókst honum það vel. Var hann jafnan sinn vetur hvort á Íslandi eða í Noregi. Nú frá því að segja, eitt haust þá Einar var á Íslandi að hann fór með varning sinn út fyrir Snæfellsströnd og vildi selja. Hann kemur til Arnarstapa. Ormur býður honum þar að vera og það þykir Einar, því að þar var vinátta við körin. Var böruninn varningur hans í eitt útibúr. Einar braut upp varning sinn og sýndi Ormi og heimamönnum og bauð honum að hafa slíkt hann vildi. Ormur þá þetta og talði Einar vera góðan fardreng og auðnumann mikinn, en þeir héldu að varninginum gekk kona fyrir útibúrsdýrin. Einar spurði Orm hver væri svo hinn fagra kona þar gekk fyrir dýrin. Ég hefi eigi hana hér fyrir séð. Ormur svaraði það Guðríður fóstra mín dóttir Þorbjarnar að Laugarbrekku. Einar mælti hún mun vera kostur góður eða hafa nokkurir menn til komið að biðja hennar. Ormur svaraði beðið hefur hennar víst verið og liggur það eigi laust fyrir, finnst það á að hún mun vera mannvönd og svá faðir hennar. Svá með því sagði Einar að hér sú kona ég ætla mér að biðja og vilda ég að þessa mál leitaðir þú við Þorbjörn föður hennar og legðir allan hug á að þetta mætti framgengt verða. Skal ég þér fullkomna vináttu fyrir gjalda ef ég get ráðið. Má Þorbjörn bóndi það sjá að okkur væri vel hentar tengðir því að hann sómamaður mikil og á staðfestu góða en lausafé hans mér sagt heldur á förum. En mig skortir hvorki land né lausafé og okkur feðga og mundi Þorbjörni verða að þessu mesti styrkur ef þetta tækist. Ormur segir, víst þykjumst ég vinnur þinn vera, en þó mig eigi við mitt ráð fús að við berum þetta upp því að Þorbjörn skapstór og þó metnaður maður mikil. Einar hvert ekki vilja annað en upp væri borið bónorðið. Ormur hvað hann ráða skildu, fer Einar suður aftur uns hann kemur heim. Nokkru síðar hafði Þorbjörn haustboð sem hann átti vannað til því að hann var stórmenni mikill. Kom þar Ormur frá Arnarstapa og margir aðrir vinir Þorbjarnar. Ormur kom að máli við Þorbjörn og sagði að Einar var þar skömmu frá Þorgeirsfelli og gerðist hinn efnilegasti maður. Hefur Ormur nú upp bónorðið fyrir hönd Einars og segir það vel hent fyrir sumra hluta sakar. Má þér bóndi verða að því styrkur mikil fyrir hjárkosta sakar.
Þorbjörn svarar, eigi varði mig slíkra orða af þér, að ég mynd að gifta þrælsinni dóttur mína, og það finnið þér nú að fé mitt þverr slíkt ráð gefið mér. Og eigi skal hún með þér vera lengur, þér þótti hún svo lítils gjafórsverð. Síðan fór Ormur heim og hver annar boðsmanna til síns heimilis. Guðríður var eftir með föður sínum og var heima þann vetur. En að vári hafði Þorbjörn veiðnaboð og kom þar margt manna og var inn besta veisla. Og að veislunni krafði Þorbjörn sér hljóðs og mælti, hér hefi ég búið langa ævi og hefi ég reynt góðvilja manna við mig og ástúð. Kalla ég vel farið hafa á skipti, en nú tekur hagur minn að óhægjast fyrir lausafjársakar, en hér til hefir kallat verið heldur virðingar ráð. Nú vil ég fyrir búinu bregða en sæmðinni týna. Ætla ég fyrr af landi fara en ætt mín að svíverða og vitja heita Eiríks hins rauða vinar míns hann hafði, þá vit skilðum á Breiðafirði. Ætla ég nú að fara til Grænlands í sumar ef svá ferð sem ég vilda. Mönnum þótti mikil þessi ráðabreytni því að Þorbjörn var vinsæl maður en þóttust vita að Þorbjörn myndi svo fremi þetta upp hafa kveðið að ekki myndi tjóa að letja hann. Gaf Þorbjörn mönnum gjafar og var brúðitt veislunni. Síðan fór hver til síns heima. Þorbjörn selur lönd sín og kaupir sér skip uppi stóð í Hraunhafnarási, réðust til ferðar með honum 3 tíir manna. Var þar í ferð Ormur frá Annarstapa og kona hans og aðrir vinir Þorbjarnar, þeir eigi vildu við hans skilja. Síðan létu þeir í haf og þeir váru í hafi tók af byri, fengu þeir hafilur og fórst þeim ógreitt sumarætið. Því næst kom sótt í lið þeirra og andaðist Ormur og Halldís kona hans og helmingur liðs þeirra. Sjó tók að stæra og þolumennið mista vás og vesöld á marga vega, en tóku þá Herjólfsnes á Grænlandi við vetur sjálfan. Sá maður hétt Þorkel bjó á Herjólfsnesi. Hann var mest besti bóndi. Hann tók við Þorbirni og öllum skipurum hans vetrin. Þorkel veitti þeim skurulega. Í þann tíma var hallari mikill á Grænlandi. Höfðu menn fengið lítið fang, þeir í veiðiferðir höfðu farið, en sumir ekki aftur komnir. Sú kona var þar í byggð Þorbjörg hét. Hún var spákona og var kölluð lítilvölva. Hún hafði átt sér 9 systur og váru allar spákonur, en hún ein var þá á lífi. Það var háttur Þorbjargar vetrum að hún fór að veislum og buðu þeir menn henni mest heim forvitni var á að vita forlög sín eða árferð. Og með því að Þorkel var þar mestur bóndi, þá þótti til hans koma að vita hve nær létta mundi óárani þessu sem yfir stóð. Býður Þorkel spákonurinni heim og henni við þar vel fagnat, sem síður var til, þá við þess háttar konum skildi taka. Var henni búið hásæti og lagt undir hana hægjandi, það skildi í vera hænsnafjöðri. En hún kom kveldið og sá maður móti henni var sendur, þá var hún svo búin að hún hafði yfir sér tuglamöttul bláan og var settur steinum allt í skaut ofan. Hún hafði á hálsi sér glertölur, lambskinskóra, svartan á höfði og við innan kattskinn hvít, og hún hafði staf í hendi og var á knappur. Hann var búinn með messingu og settur steinum ofan knappin. Hún hafði sig hnjóskulinda og var þar á skjóðupungur mikil og varðveitti hún þar í töfur sín, þau hún þurfti til þorleiks að hafa. Og hún hafði á fótum kálfskinsskúa loðna og í þvengi langa og á tinnknappar miklir á endunum. Hún hafði á höndum sér kattskinsskófa og váru hvítir innan og loðnir. En hún kom inn þótti öllum mönnum skylt að velja henni sæmilegar kveðjur, og hún tók því sem henni váru menn geðjaðir til. Tók Þorkel bóndi í hönd henni og leiddi hana til þess sæti sem henni var búið. Þorkel bað hana þá renna þar augum yfir hjú og hjörð og svá híbýli. Hún var fámálug allt, borð varu upptekin kveldið og frá því að segja hvað spákonunni var matbúið. Henni var gerð graut af kiðjamjólk og matbúin hjörtu úr öllum kíkvendum. Þeim þar varu til. Hún hafði messingarspón og kníf, tannskeftan, tvíhólkaðan af eyri og var brotin af oddrin. En borð varu upptekin þá gengur Þorkel bóndi yfir Þorbjörgu og spyrir hversu henni þykki
þar að lítast, eða hversu skapheld henni eru þar híbýli, eða hættir manna, eða hversu hljótlega hún mun vís verða þess, hann hefur spurt hana, og mönnum mest forvitni að vita. Hún kallast ekki munu segja fyrir en morgunin eftir, hún hafði áður sofið nóttina. En morgunin að áliðnum degi var henni veittur sá umbúningur sem hún þurfti að hafa til að fremja seiðin. Hún bað og fá sér konur þær kynni fræði það sem til seiðsins þar og varðlokur hétu. En þær konur fundust eigi. Þá var leitað bæinn ef nokkur kynni. Þá segir Guðríður, hvorki fjölkunnig né vísindakona, en þó kendi Haldís fóstra mín mér á Íslandi það kvæði hún kallaði varðlokur. Þorkel segir, þá ertu happfróð. Hún segir, þetta það eitt atferli, ég ætla í engum atbeina að vera því að ég kristin kona. Þorbjörg segir, sá mætti verða að þú yrðir mönnum að líði hér en þú værir þá kona ekki verri en áður. En við Þorkel mun ég meta að fá þá hluti til ég þarf. Þorkel herði nú að Guðríði, en hún kveðst vera mundu sem hann vildi. Slógu þá konur hringum hjallinn, en Þorbjörg sat á uppi. Hvað Guðríður þá kvæðið sá fagurt og vel, að engi þóttist heyrt hafa með færi rödd kvæðið, sá þar var hjá. Spákona þakkar henni kvæðið og hvað margar þær náttúru nú til hafa sótt og þykja fagurt að heyra. En kvæðið var svo vel flutt. Áður vildu við á skiljast og enga hlýðni á sveita. En mér nú margir þeir hlutir auðsýnir, áður var ég dulið, og margir aðrir, en ég kann þér það að segja, Þorkel, að hallari þetta mun ekki haldast lengur en í vetur, og mun batna árangur sem árar. Sóttarfar það sem á hefur legið mun og batna vánu bráðara. En þér Guðríður skal ég launa í hönd liðsinni það oss hefur af þér staðið, því að þín forlög mér nú alglöggsæ. Þú munt gjaforð af fá hér á Grænlandi það sæmilegast þó að þér verði það eigi til langara. Því að vegir þínir liggja út til Íslands og mun þar koma frá þín bæði mikil ætt og góð og yfir þínum kynkvíslum skína bjartari gæslar en ég hefi megin til að geta slíkt vandlega séð. Enda far þú nú heil og vel dóttir. Síðan gengum menn að vísindakonunni og frétti þá hver þess mest forvitni var á að vita. Hún var og góð af frásögnum, gekk það og lít í tauma hún sagði. Þessu næst var komið eftir henni af öðrum bæ. Fór hún þá þangað, þá var sent eftir Þorbirni því að hann vildi eigi heima vera meðan slík hindruvitni var framið. Veðrátta batnaði skjótt sem Þorbjörg hafði sagt. Býr Þorbjörn skip sitt og fer þar til hann kemur í Brattalíð, Eiríkur tekur vel við honum og með blíðu og hvað það vel hann var þar kominn, var Þorbjörn með honum vetrin og skuldalið hans, en þeir vistuðu háseta með bóndum. Eftir várið gaf Eiríkur Þorbirni land á Stokkarnesi og var þar gerð sæmilegur bær og bjó hann þar síðan. Eiríkur átti þá konu Þjóðhildur hét og við henni tvá sonur, hét annar Þorstein en annar Leifur. Þeir váru báðir efnilegir menn, var Þorstein heima með föður sínum og var eigi sá maður á Grænlandi jafn mannvænn þótti sem hann. Leifur hafði siglt til Noregs og var með Ólafi konungi Tryggvasyni. En Leifur sigldi af Grænlandi sumarið urðu þeir sæhafa til Suðureyja. Þaðan byrjaði þeim seint og dvölduðust þeir þar lengi sumarið. Leifur lagði þokka á konu þá Þorgunna hét, hún var kona æstor og skildi Leifur að hún myndi vera margkunnig. En Leifur bjóst brott, beittist Þorgunna að fara með honum. Leifur spurði hvort það væri nokkurt vili frænda hennar, hún kveðst það ekki hirða. Leifur kveðst eigi það kunna að sjá að sínu ráði að gera hertekna svo að stórættaða konu í ókunnu landi, en vér liðfáir. Þorgunna mælti eigi víst að þér þykki því betur ráðið. Á það minnig þú hætta, sagði Leifur. Þá segi ég þér, sagði Þorgunna, að ég mun fara kona eigi einn saman og ég með barni. Segi ég það af þínum völdum, get ég að það mun vera Sveinbjörn þá fæðist. En þótt þú viljir engan gaum að gefa, þá mun ég uppfæða Sveinin og þér senda til Grænlands þegar fara má með öðrum mönnum, en ég get að þér verði að þvílíkum 90 sonaregnin sem nú verður skilnaður okkar til, en koma ætla ég mér til Grænlands áður líkur. Leifur gaf henni fingurgull og vaðmálsmöttul, grænlenskan og tannbelti.
Þessi sveinn kom til Grænlands og nefndist Þorgils. Leifur tók við honum að faðerinni og það sumra manna sögn að þessi Þorgils hafi komið til Íslands fyrir fróð ár undur sumarið. En sjá Þorgils var síðan á Grænlandi og þótti þar enn eigi kynjalaust hann verða áður lauk. Þeir Leifur sigldu brott úr Suðureyjum og tóku Noreg haustið. Fór Leifur til hirðar Ólafs konungs Tryggvasonar, lagði konungur að hann góða virðing og þóttist sjá að hann myndi vera vel mennt maður. Eitt sinn kom konungur að máli við Leif og sagði: ætlar þú til Grænlands í sumar? Það ætlar ég, sagði Leifur, ef það yðar vilji. Konungur svarar: ég get að það mun vel vera og skaltu þangað fara með erendum mínum að boða þar kristni. Leifur hvað hann ráða skildu, en hvert hyggja að það erendi myndi torflutt á Grænlandi. Konungur hverst eigi þann mann sjá betur væri tilfallinn en hann, og myndu giftu til bera. Það mynd því að eins segir Leifur, ef ég nýt yðvar við. Lætur Leifur í haf og lengi úti og hitti á löndau hann vissi áður enga ván til. Váru þar hveiti akrar, sjálfsánir og vínviður vaksin. Þar váru þau tré mjösur heita og hafði þar af þessu öllu nokkur merki, sum tré svá mikil að í hús váru lögð. Leifur fann menn á skipflaki og flutti heim með sér, sýndi hann í því hina mestu stórmennsku og drengskap sem mörgu öðrus hann kom kristni á landið, og var jafnan síðan kallaður Leifur hinn heppni. Leifur tók land í Eiríksfirði og fór heim síðan í Brattalíð. Tóku þar allir menn vel við honum. Hann boðaði brátt kristni landið og almennilega trú og sýndi mönnum orðsending Ólafs konungs Tryggvasonar og sagði hversu mörg ágæti og mikil dýrð fylgdu þessum sið. Eiríkur tók því máli seint og að láta sið sinn, en Þjóðhildur gekk skjótt undir og lét gera kirkju eigi alnær húsunum. Það hús var kallað Þjóðhildarkirkja. Hafði hún þar fram bænir sínar og þeir menn sem við kristni tóku. Þjóðhildur vildi ekki samræði við Eirík síðan hún tók trú, en honum var það mjög móti skapi. Á því gerðist orð mikill að menn myndi leita lands þess Leifur hafði fundið. Var þar formaður að Þorsteinn Eiríksson, fróður maður og vinsæll. Eiríkur var ok til beðinn og trúðu menn hans gæfu framast og forsjá. Hann var lengi fyrir, en hvað eigi nei við, vinir hans báðu hann til, bjuggu síðan skip það Þorbjörn hafði út haft og váru til ráðnir 20 menn og höfðu lítið fé eigi meir en vápn og vistir. Þann myrkin Eiríkur reið heiman, tók hann ein kistil og var þar í gull og silfur. Fal hann það og fór síðan leiðar sinnar og brásá til að hann fell af baki og brotna rifin í síðunni, en lesti höndina í axlarliðnum. Af þeim atburð sagði hann Þjóðhildi konu sinni að hún tæki féð á brott. Lest þess hafa goldið hann hafði féð fólkið. Síðan sigldu þeir út úr Eiríksfirði með gleði mikilli. Þeim þótti alvænt sitt efni, þá velti úti lengi í hafi og komu þeir ekki á þær slóðir sem þeir vildu. Þeir komu í sín við Ísland og sá höfðu þeir fugl af Írlandi. Rak þá skip þeirra haf innan, fóru aftur haustið og varu almjög væstir og þrekkaðir, koma við vetur sjálfan á Eiríksfjörð. Þá melti Eiríkur kátari sigldum við í sumar út úr firðinum, en nú erum við og eru þó enn mörg góð að. Þorsteinn svarar: það nú höfðinglegt bragð að sjá nokkuð gott ráð fyrir þeim mönnum öllum sem hér eru nú ráðstafalausir og fá þeim vist í vetur. Eiríkur svarar: það jafnan satt sem mælt að eigi veit fyrir en svarat og mun svo hér fara. Skal nú hafa ráð þín þetta. Fóru nú allir þeir eigi höfðu aðrar vistir með þeim feðgum, síðan fóru þeir heim í Brattahlíð og váru þar vetrin. Nú frá því að segja að Þorsteinn Eiríksson vakti bónorði Guðríði og var því máli vel svarat bæði af henni og af föður hennar. Þetta að ráði gert. Þorsteinn gengur að eiga Guðríði og var þetta brúðkaup í Brattahlíðum haustið. Fór sjá veisla vel fram og var alfjölmennt. Þorsteinn átti bú í Vestribyggð á bæ þeim heitir í Lýsufirði, en sá maður átti þar helmingi búi Þorsteinn hét. Sigríður hét kona hans. Fór Þorsteinn í Lýsufjörðum haustið til nafna síns
og þau Guðríður bæði. Var þar þeim vel tekið, báruð þau þar vetrin. Það gerðist til tíðinda að sótt kom í bæ þeirra lítið var af vetri. Garðar hét þar verkstjóri, hann var ekki vinsæl maður, hann tók fyrst sótt og andaðist, síðan var skammt að bíða að hver lést að öðrum. Þá tók sótt Þorsteinn Eiríksson og Sigríður kona Þorsteins nafna hans. Og eitt kveld fyrstist Sigríður að ganga til náðahús og enn stóð í gengt útidyrum. Guðríður fylgdi henni og horfði þar móti útidyrum. Þá kvað hún við hátt Sigríður. Guðríður mælti: Við höfum óvarlega farið og áttu engan stað við að kall komi á þig og förum við heim sem skjótast. Sigríður svarar: Eigi fært að svo búnu, hér nú liðið það allt til dauða fyrir dyrunum og Þorsteinn bóndi þinn og þar kenni ég mig og slíkt hörmung að sjá. Og þetta leið af, mælti hún, förum við nú Guðríður, nú sé ég ekki liðið. Var þá Þorsteinn horfinn. Henni þótti hann áður hafa svipu í hendi og vilja berja liðið. Síðan gengu þær inn og áður morgin kæmi þá var hún látin, og hvar gekk kista að líkinu. Og þennan sama dag ætluðu menn að róa og leiddi Þorsteinn þá til vara og í annan lit fór hann að sjá veiðiskap þeirra. Þá sendi Þorsteinn Eiríksson nafna sínum orð að hann kæmi til hans og sagði sá að þar væri varla kyrrt og húsfreyja vildi færast á fætur og vildi undir klæðin hjá honum. Og hann kom inn var hún komin upp á rekkjustokkin. Þá tók hann hana höndum og lagði bólöxi fyrir brjóst henni. Þorsteinn Eiríksson andaðist nær dagsetri. Þorsteinn bóndi bað Guðríði leggjast niður og sofa, en hann kvaðst vaka mundu nóttina yfir líkinu. Hún gerir svaf. Og skammt leið á nóttina settist Þorsteinn Eiríksson upp og mælti: Hverst vilja að Guðríður væri þangað kölluð og hverst vilja tala við hana. Guð vil að þessi stund sé mér gefin til leyfis og umbótar míns ráðs. Þorsteinn bóndi gengur á fund Guðríðar og vagði hana, biður hann signa sig og biðja sér Guð hjálpar og segir hvað Þorsteinn Eiríksson hafi talat við hann. Og hann vil finna þig, verður þú ráð fyrir að sjá hvað þú vil taka því að ég kann hér hvorkis að tvísa. Hún svaraði: Vera kann að þetta sé ætlað til nokkur og þeirra hluta síðan sé í minni hafðir. Þessi undarlegi hlutur en ég vænti að Guðs gæsla muni yfir mig standa. Mun ég og á hætta með Guðs miskun að fara til móts við hann og vita hvað hann vil tala, því að ég mun eigi forðast mega ef mér skal mein að verða, vil ég síður að hann gangi víðara, en mig grunar að það mun áliggja. Nú fór Guðríður að hitta Þorsteinn, sýndist henni sem hann felldi tár. Hann mælti í eyra hennar nokkur orð hljótt, sá að hún vissi, en það mælti hann, sá að allir heyrðu, að þeir menn væru sælir trúna héldu og henni fylgði öll hjálp og miskun, og sagði þó að margir héldi hana illa, en það engi háttur sem hér hefur verið á Grænlandi, síðan kristni kom hér að setja menn niður í óvígan mold við litla yfirsöngva. Vil ég mig láta flytja til kirkju og aðra þá menn sem hér hafa andast, en Garðar vil ég brennu láta á báli sem skjótast, því að hann veldur öllum afturgöngum þeim sem hér hafa verið í vetur. Hann sagði henni sína hagi og hvað hennar forlög mikil myndu verða, en bað hana varast að giftast grænlenskum mönnum, bað að hún legði fé þeirra til kirkju og sumt fátækum mönnum. Og þá hné hann aftur öðru sinni. Sá hafði háttur verið á Grænlandi síðan kristni kom þangað að menn varu grafnir á bæjum þar sem önduðust í óvíðri moldu. Skildi setja staur upp af brjósti dauða, en síðan kennimenn komu til, þá skildi upp kippa staurinum og hella þar í vígðu vatni og veita þar yfirsöngva, þótt það væri miklu síðar. Lík þeirra Þorsteins váru farið til kirkju í Eiríksjörð og veittir þar yfirsöngvar af kennimönnum. Tók Eirík við Guðríði og var henni í föðurstað. Litlu síðar andaðist Þorbjörn. Var þá fé allt undir Guðríði, tók Eirík hana til sín
og sá vel hennar kost. Þórður hét maður bjó að Höfða á Höfðaströnd. Hann átti Þorgerði dóttur Þóris Hímu og Friðgerðar, dóttur Kjarvals Írakonungs. Þórður var sonur Bjarnar Byrðusmjörs Róaldssonar Hryggs, Áslagssonar Bjarnasonar Járnsíðu, Ragnarssonar Loðborgar. Þau áttu son Snorri hét, hann átti Þórhildi Rjúpu, dóttur Þórðar Gellis, þeirra sonur var Þórður Hesthöfði. Þorfinnur Karlsefni hét sonur Þórðar. Móðir Þorfinns hét Þórunn. Þorfinnur var í Kaupferðum og þótti góður fardrengur. Eitt sumar býr Karlsefni skip sitt og ætlar til Grænlands. Snorri Þorbrandsson fer með honum úr Altaferði og váru 4 menn á skipi. Maður hét Bjarni Grímólfsson, breiðfirskur að ætt. Annar hét Þórhallur Gamlason, austfirskur maður. Þeir bjuggu eitt sama sumar skip sitt og ætluðu til Grænlands. Þeir váru og 4 manna á skipi. Láta þar Karlsefni í haf þessum tveim skipum þegar þeir váru búnir. Ekki það getið hversu langa útivist þeir höfðu, en frá því að segja að bæði þessi skip komu á Eiríksfjörðum haustið. Eiríkur reið til skips og aðrir landsmenn. Tókst þeim greiðlega kaupstefna, buðu stýrimenn Eiríki að hafa slíkt af varningi sem hann vildi, en Eiríkur sýndi þeim stórmennsku af sér í móti því að hann bauð þessum 2 skipshöfnum til sín heim vetrin í Brattahlíð. Þetta þágu kaupmenn og þökkuðu honum. Síðan var fluttur heim varningur þeirra í Brattahlíð, skorti þar eigi útibú stór til að varðveita í varning þeirra, skorti þar ekki margt það hafa þurfti og líkaði kaupmönnum vel vetrin. En dró að jólum tók Eiríkur fæð mikla og var óglaðari en hann átti vana til. Eitt sinn kom Karlsefni að máli við Eirík og mælti: þér tungt, Eiríkur bóndi? Menn þykjast finna að þú ert óglaðari en þú átt vana til. Þú hefur veitt oss með inni mestu raust og mér skyldir til að launa þér slíku góðu sem vér höfum föng á. Nú segðu hvað ógleði þinni veldur. Eiríkur svarar: þér þykir vel og góðmannlega. Nú leikur mér það eigi í hug að á yður verði hallat skipti. Hitt heldur að mér þykir og upplygt. Þá þér komið annar stað að það flytjist að þér hafið engi jól verri haft en þessi nú koma og Eiríkur hinn rauði veitti yður í Brattahlíð á Grænlandi. Það mun eigi svo farabóndi, segir Karlsefni. Vér höfum á skipi váru bæði malt og korn og hafið þar af slíkt þér vilið og gerið veislu svo stórmannlega sem yður líkar fyrir því. Þetta þykkur Eiríkur og var það búið til jólaveislu og var hún sæmilegsta, sá að menn þóttust traukt þvílíka reisn sétt hafa í fátæku landi. Og eftir jólin vekur Karlsefni bónorð fyrir Eiríki Guðríði, því að honum leist sem hann mundi forræði á hafa. Eiríkur svaraði vel og segir að honum mun sínum forlögum verða að fylgja og kveðst góða eina frétt af honum hafa. Og lauk sá að Þorfinnur festi Guðríði og var þá aukin veislan og drukkið brúðlaup þeirra og váru þau í Brattahlíð vetrin. Í Brattahlíð hófust miklar umræður að menn skyldu leita Vínlands hins góða og var sagt að þangað myndi vera að vitja góðra landskosta. Og þar kom að Karlsefni og Snorri bjuggu skip sitt að leita landsins várið. Til þeirrar ferðar réðust þeir Bjarni og Þórhallur með skip sitt og það föruneyti þeim hafði fylgt. Maður hét Torvarður, hann átti Freydísi, dóttur Eiríks rauða Lönggetna. Hann fór og með þeim og Þorvaldur sonur Eiríks og Þórhallur kallaður var veiðimaður. Hann hafði lengi verið með Eiríki, veiðimaður hans sumrum en bryti vetrum. Hann var mikil maður og sterk og svartur og þurslegur, hljóðlyndur og illorður, það hann mælti og eggjaði jafnan Eirík ins verra. Hann var illa kristinn, honum var víða kunnugt í óbyggðum, hann var á skipi með Þorvarði og Þorvaldi. Þeir höfðu það skip Þorbjörn hafði út haft. Þeir höfðu alls 40 manna og 100 þeir sigldu til Vestribyggðar og þaðan til Bjarneyjar. Þaðan sigldu þeir tvá dagur í suður. Þá sá þeir land og skutu báti og könnuðu landið, fundu þar
hellur stórar og margar 12 ána víðar. Fjöldi var þar Melrakka, þeir gáfu þar nafn og kölluðu Helluland. Þaðan sigldu þeir 2 dögur og brá til landsuðurs úr suðri og fundu land skógvaxið og mörg dýr á. Ei lá þar undan í landsuður, þeir drápu þar ein björn og kölluðu síðan Bjarni en landið Markland. Þaðan sigldu þeir suður með landinu langa stund og komu að nesi einu, lá landið á stjórn, váru þar strandir langar og sandar. Þeir réru til lands og fundu þar á nesinu kjöl af skipi og kallaðu þar Kjalarnes. Þeir kölluðu og strandirnar furðustrandir, því að langt var með að sigla. Þá gerðist landið vágskorið, þeir héldu skipunum í ein vág. Ólafur konungur Tryggvason hafði gefið leyfi 2 menn skoska. Hét karlmaðurinn Haki en konan Hekja. Þau váru dýrum skjótari. Þessir menn váru á skipi með karlsefni. En þeir höfðu siglt fyrir furðustrandir þá létu þeir inn á skoskum menn á land og báðu þau hlaupa suður á landið og leita landskosta og koma aftur áður 3 dagur væru liðin. Þau höfðu það klæði þau kölluðu kjafal. Það var svo gert að höttur var á upp og opið að hliðunum og engar ermar á og kneppt saman milli fóta með knappi og neslu, en ber voru þau annar staðar. Þeir biðu þar þá stund, en þau komu aftur, hafði annað í hendi vínberjaköngul en annað hveiti aks sjálfs sá einn. Gengu þau á skip út og sigldu þeir síðan leiðar sinnar. Þeir sigldu inn á fjörð ein, þar lá ein ei fyrir utan. Þar váru straumar miklir, því kölluðu þeir hana Straumey. Svá var mörg æður í einni að varla mátti ganga fyrir eggjum. Þeir kölluðu þar Straumfjörð. Þeir báru þar farm af skipum sínum og byggust þar þeir höfðu með sér alls konar fénað. Þar var fagurt landslag, þeir gáðu einskis utan að kanna landið, þeir váru þar vetrin og var ekki fyrir unnið sumarið. Tókust að veiðarnar og gerðist illt til matar. Þá hvarf brott Þórhallur veiðimaður, þeir höfðu áður heitið á Guð til matar og hvar eigi við sá skjótt sem þeir þóttust það þurfa. Þeir leituðu Þórhalls 3 dagur og fundu hann á hamargnípu inni. Hann lá þar og horfði í loft upp og gapði bæði munni og nösum og þuldi nokkuð. Þeir spurðu hví hann var þar kominn, hann hvað þá engu það varða. Þeir báðu hann fara heim með sér og hann gerði svá. Litlu síðar kom þar hvalur og fóru þeir til og skáru. Og kendi engi maður hvað hvala var. Og matsveinar suðu þá átu þeir og varð öllum illt af. Þá mælti Þórhallur, drjúgari varð inn rauðskeggjaði en nú en Kristur yðvar. Hefi ég þetta nú fyrir skáldskap minn, ég orta Þór fulltrúan. Sjaldan hefur hann mér brugðist. Og menn vissu þetta, báru þeir hvalinn allan á kaf og skutu sínu máli til Guðs. Batnaði þá veðrátta og gaf þeim útróðra og skorti þá síðan eigi föng, því að þá var dýraveiður á landinu en eggver í eynni en fiski úr sjónum. Sá sagt að Þórhallur veiðimaður vil fara norður fyrir furðustrandir og fyrir Kjalarnes að leita Vínlands, en Karlsefni vil fara suður fyrir landið. Víst Þórhallur nú út undir eynni og verða þeir eigi fleiri saman en 9 menn, en allt annað lið fór með Karlsefni. En Þórhallur bar vatn á skip sitt og drakk þá hvað hann vísu. Hafa kváðu mig meiðar, Malmþings kom hingað, mér samir láð fyrir líðum, lasta drykkin basta, bílshattar verður þið byttu, beiði týr að reiða, heldur svát krýp að keldu komat vín á grön mína. Malmþings meiðar kváðu mig hafa einn besta drykk, kom hingað, mér samir lasta láð fyrir líðum, beiði týr balsar. Menn sögðu að ég myndi fá mér besta drykk ég kom hingað, ég stend mig við að lasta land þetta, ég há manna, ég verð að drekka vatnsbyttu sér nú hver uppsprettan,
víndropi hefur ekki komið inn fyrir mínar varir. Og þeir voru búnir undu þeir upp segl. Þá kvað Þórhallur: Förum aftur, þar er órir eru samtímis landar, látum kennival kenna, knarra skeiðin breiðu, meðan bílstyggvar byggva, bellendur og hval vella, auga veðurs þeir sleifa, lönd á furðuströndum. Við skulum fara aftur þangað sem landar vorir, Grænlendingar eru, látum skipi kanna hinn breiðu höf, meðan ótrauðir vígamenn sem lofa lönd þessi byggja á furðuströndum og sjóða hval. Síðan sigldu þeir norður fyrir Furðustrandir og Kjalarnes og vildu beita vestur fyrir. Þá kom móti þeim vestanveður og rak þá upp á Írlandi og váru þeir þar barðir og þjáðir og lét Þórhallur þar líf sitt eftir því sem kaupmenn hafa sagt. Karlsefni dvalist á Vínlandi. Nú er að segja að Karlsefni að hann fór suður fyrir landið og Snorri og Bjarni með sínu fólki. Þeir fóru lengi og allt þar til þeir komu að á eynni fjell af landi ofan og í vatn eitt til sjóvar. Eyrar váru þar miklar og mátti eigi komast í ána utan að háflæðum. Þeir Karlsefni sigldu í ósinn og kölluðu í hópi. Þeir fundu þar á landi sjálfsjána hveitiagra þar sem lægðir váru, en vín við allt þar sem holta vissi. Hver lækur var þar fullur af fiskum. Þar gerði grafar þar sem mættist landið og klóðið gekk oftast, og þá út féll sjórinn, váru helgir fiskar í gröfunum. Þar var mikil fjöldi dýra í skóginum með öllu móti. Þeir várum þar hálfan mánuð og skemmtu sér og urðu við ekki varir. Fé sitt höfðu þeir með sér. Og ein morgun snemma þeir lituðust sá þeir mikinn fjölda húðkeipa, og var veift trjám á skipunum og lét því líkast sem í hálmtúst og var veift sóla sinnis. Þá melti Karlsefni: Hvað mun þetta hafa að teikna? Snorri Þorbrandsson svaraði honum: Vera kann að þetta sé friðarmark, og tökum skjöld hvítan og berum að móti. Og svo gerðu þeir, þá réru þeir í mót og undruðust þá sem fyrir váru og gengu á land upp. Þeir váru svartir menn og iljir og höfðu illt hár á höfði. Þeir váru mjög eygðir og breiðir í kinnum. Dvöldust þeir of stund og undruðust þá sem fyrir váru og réru síðan brott og suður fyrir nesið. Þeir Karlsefni höfðu gert búðir sínar upp frá vatninu og váru sumir skálarnir nær vatninu en sumir fyrir. Nú váru þeir þar þann vetur. Þar kom engi snjór og allt gekk fé þeirra sjálf alla fram. En vára tók, sá þeir ein morgun snemma að fjöldi húðkeipar sunnan fyrir nesið, svo margt sem kolum væri sáett fyrir hópið. Var það og veift af hverja skipi trjánum. Þeir Karlsefni brugðu þá skjöldum upp og þeir fundust, tóku þeir kaupstefnu sínu á milli og vildi það fólk helst hafa rautt skrúð. Þeir höfðu móti að gefa skinnavöru og algrá skinn. Þeir vildu og kaupa sverð og spjót, en það bönnuðu þeir Karlsefni og Snorri. Þeir Skrælingjar tóku spannalangt rautt skrúð fyrir ófölvan belg og bundu höfðu sér. Gekk svo kaupstefna þeirra hríð, þá tók að fættast skrúðið sem þeim Karlsefni og skáru þeir þá svo smátt í sundur að eigi var breiðara en tvers fingrar og gáfu Skrælingjar þó jafn mikill fyrir sem áður eða meira. Það bar til að griðungur hljóp úr skógi þeir Karlsefni átti og gellur hátt. Þetta fælast Skrælingjar og klaupa út á keipana og réru síðan suður fyrir landið, verður þó ekki vart við þá 3 vikur í samt. En sjá stund var liðin, sjá þeir fara sunnan mikinn fjölda Skrælingja skipa, svo sem straumur stæði. Var það trjánum öllum veift ansælis og íla upp allir mjög hátt. Þá tóku þeir Karlsefni rauðan skjöld og báru að móti. Skrælingjar hlupu af skipum og síðan gengu þeir saman og börðust. Var þar skotrít hörð því að Skrælingjar höfðu valslöngur. Það sá þeir Karlsefni að Skrælingjar færðu upp á stöng knött stundarmikinn, því nær til að jafna sem sauðarvömb og helst blán að lit,
og fleygðu af stönginu upp á landið yfir lið þeirra Karlsefnis og lét illega við þar sem niður kom. Við þetta sló ótta miklum á Karlsefni og allt lið hans, svo að þá fýsti einskis annars en flýja og halda undan upp með ánni, því að þeim þótti lið skrælingja drífa að sér öllum megin og letta eigi fyrr en þeir koma til hamra nokkura og veittu þar viðtöku harða. Freydís kom út og sá að þeir Karlsefni eldu undan og kallaði: Hví renni þér undan þessum auvirðismönnum sá gildir menn sem þér eruð, mér þætti sem þér mættið drepa niður sá sem búfé, og ef ég hefði það vátt, þætti mér sem ég skilda betur berjast en einhver yðar. Þeir gáfu engan gaum hennar orðum. Freydís vildi fylgja þeim og varð seinni, því að hún var eigi heil. Gekk hún þó eftir þeim í skóginn, en skrælingjar sækja að henni. Hún fann fyrir sér manndauðan. Þar var Þorbrandur Snorrason og stóð hellustein í höfði honum. Sverðið lá bert í hjá honum. Tók hún það upp og best víst að verja sig. Þá komu skrælingjar að henni, hún dró þá út brjóstið undan kæðunum og slettir á beru sverðinu. Við þetta óttast skrælingjar og hljópu undan á skip sín og reru í brott. Þeir Karlsefni finna hana og lofa happ hennar. Þeir menn fellu af þeim Karlsefni en fjöldi af þeim skrælingum. Urðu þeir Karlsefni ofurliði bornir og fóru nú heim eftir þetta til búða sína og bundu sá sín og íhuga hvað fjölmenni það myndi verið hafa að þeim sótti af landinu ofan. Sýnist þeim nú sem það eina mun liðið verið hafa af skipunum kom, en hitt fólkið mun verið hafa sjónhverfingar. Þótt þeir skrælingjar fundu og mann dauðan og lá öx í hjá. Einn þeirra tók upp öxina og höggur með tré og þá hver að öðrum, og þótti þeim vera gersemi og býta vel. Síðan tók einn og hjó í stein, sá að brotnaði öxin, og þá þótti þeim engu nýt eigi stóðst grjótið og köstuðu niður. Þeir Karlsefni þóttust nú sjá þótt þar væri landskostur góður að þar mundi jafnan ótti og ófrúður á leggja af þeim fyrir bjuggu. Síðan byggust þeir á brottu og ætluðu til síns lands og sigldust norður fyrir landið og fundu 5 skrælingja í skinnhjúpum sofnaða nær sjó. Þeir höfðu með sér stokka og í dýramerg dreira blandin. Þóttist þeir Karlsefni það skilja að þessir menn myndu hafa verið gerfir brott af landinu. Þeir drápu þá, síðan fundu þeir Karlsefni nes eitt og á fjölda dýra var nesið að sjá sem mikið skán væri af því að dýrin lágu þar næturnar. Nú koma þeir Karlsefni aftur í Straumfjörð og váru þar fyrir alls gnóttir þess þeir þurftu að hafa. Það sumra manna sögn að þau Bjarni og Guðríður hafi þar verið og 10 manna með þeim og hafi eigi farið lengra. En þeir Karlsefni og Snorri hafi suður farið og 10 menn með þeim og hafi eigi lengur verið í hópi en vart 2 mánuði og hafi sama sumar aftur komið. Karlsefni fór þá einu skipi að leita Þórhalls veiðimanns, en annað liðið var eftir, og fóru þeir norður fyrir Kjalarnes og ber þá fyrir vestan fram og var landið á bakborða þeim. Þar váru þá eyðimerkur einar allt að sjá fyrir þeim og nær hvergi rjóður í, og þeir höfðu lengi farið fellur á af landi ofan úr austri og í vestur. Þeir lögðu inn í árósin og lágu við hinn syðri bakkan. Það var einn morgun að þeir Karlsefni sá fyrir ofan róðrið flekk nokkun sem glitraði við þeim og æptu þeir á það. Það hræðist og var þar það innfætingur og skaust ofan á þann arbakkan sem þeir lágu við. Þorvaldur Eiríksson rauða satt við stýri og skaut innfætingur ör í smáþarma honum. Þorvaldur dró örina og mælti: Feitt Ístruna Gotland höfum við fengið kostum, en þó megum við varla njóta. Þorvaldur dó af sári þessu litlu síðar. Þá hleyp einfætingur á braut og suður aftur. Þeir Karlsefni fóru eftir honum og sá hann stundum. Það sá þeir síðast til hans að hann hljóp á vá nokkur
Þá hurfu þeir Karlsefni aftur, þá kvað einn maður kviðling þennan. Eltu seggir allsatt varstað ein fæting ofan til strandar, en kynlegur maður kostaði rásar hart og stopir heyr Karlsefni. Þeir fóru þá í brott og norður aftur og þóttust sjá einfætingaland. Vildu þeir þá eigi hætta liði sínu lengra. Þeir ætluðu ein fjöl, þau í hópi váru, og þessi nú fundu þeir, og það stæðist mjög svá á og væri jafnt langt úr Straumfirði beggja vegna. Þriðja vetr váru þeir í Straumfirði, gengu menn þá mjög í sveitir, og var þeim til konur, og vildu þeir ókvæntir váru sækja til í hendur þeim sem kvæntur væru, og stóð af því mesta óró. Þar kom til eitt fyrsta haust Snorri, sonur Karlsefnis, og var hann þá 3 vetur þeir fóru brott. Þá þeir sigldu af Vínlandi, tóku þeir suðræn veður og hittu þá Markland og fundu þar skrælingja 5, og var ein skeggjaður, konur váru 2 og börn 2. Tóku þeir Karlsefni sveinana, en hinnir komust undan, og sukku þar skrælingjar í jörð niður. Sveina þessa 2 höfðu þeir með sér, þeir kendu þeim mál og váru skýrðir, þeir nefndu móður sína Vethildi og föður Óvægi, þeir sögðu að konungar stjórnuðu skrælingum, og hét annar Avaldamon, en annar Avaldidida. Þeir kváðu þar engin hús, lágu menn þar í hellum eða hólum, þeir sögðu þar liggja land öðrum megin gagnvart sínu landi, en þeir menn byggðu váru í hvítum klæðum og báru stangir fyrir sér og váru flestir við flíkur og agðu hátt, og ætla menn að það hafi verið Hvítramannland eða Írlandið mikla, og komu þeir til Grænlands og eru með Eiríki rauða vetrin. Þá Bjarna Grímólfsson ber í Írlandshaf og komu í Maðksjó og sökk drjúgum skipið undir þeim. Þeir höfðu bát þann bræddur var með Seltjöru, því að þar fær eigi sjómaðkur á. Þeir gengu í bátinn og sá þeir að þeim þá mátti hann eigi öllum vinnast. Þá mælti Bjarni, af því að báturinn tekur eigi meira en helming mannavara, þá það mitt ráð að menn séu hlutaðir í bátinn, því að þetta skal ekki fara að mannvirðingu. Þetta þótti öllum svo drengilega boðið að engi vildi móti mæla, gerðu þeir svá að þeir hlutuðu mennina, og hlaut Bjarni að fara í bátinn og helmingur manna með honum, því að báturinn tók ekki meira. En þeir váru komnir í bátinn, þá mælti ein íslenskur maður þá var í skipinu og Bjarni hafði fylgt af Íslandi. Ætlar þú Bjarni hér að skiljast við mig? Bjarni svaraði, sá verður nú að vera. Hann svaraði, öðru hérst og föður mínum þá ég fór til Íslands með þér, en skiljast sá við mig þá þú sagðir að eitt skildi ég ganga yfir okkur báða. Bjarni svaraði, eigi skal og svo vera. Gakk þú hingað í bátinn, en ég mun fara í skipið, því að ég sé að þú svo fús til fjörsins. Gekk Bjarni þá upp í skipið, en þessi maður í bátinn, og fóru þeir síðan leiða sinnar, en til þess þeir komu til Dyflinnar í Írlandi, og sögðu þar þessa sögu. En það flestra manna ætlan að Bjarni og þeir menn sem í skipinu váru með honum hafi látist í Maðksjónum, því að ekki spurðist til þeirra síðan. Karlsefni, annað sumar eftir fór Karlsefni til Íslands og Guðríður með honum og fór heim í Reynines. Móðir hans þótti sem honum hefði lítt til kostar tekið og var hún eigi heima einn fyrsta vetur, en hún reyndi að Guðríður var kvenskonungur mikil, fór hún heim og váru samfarar þeirra góðar. Dóttir Snorra Karlsefnis var Hallfríður, móðir Þorláks biskups Brunnasonar, því áttu son Þorbjörn hét, hans dóttir hét Þórunn, móðir Bjarnar biskups. Þorgeir hét sonur Snorra Karlsefnis, faðir Ingvildar, móðir Brands biskups hins fyrra, og lýkur hér þessi sögur.